Þá förum við í lið 2, samstarf grunns- og framhaldsskóla. Thelma Ósk Þórleifsdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, fulltrúar ungmennaráðs og aðrir gestir. Menntaskólinn á að vera besti tími æviðinnar. Hugsaðu allar minningarnar sem þú ert eignast. Kannski fyrir ellima, kemst ekki endla inn í fyrstu tilraun, en það var svo sannarlega upplifun. Eða kannski fyrir Gettu betur lið skólans, eða jafnvel stjórn skólafélagsins. Allir þessi möguleikar standa opni fyrir þér. Eða gera þið það? Því þú ert jú í svona cirka 133% námi vegna styttingar framhaldsskólana, sem þýðir dagskrá frá svona 8 til 16 alla daga, alltaf. Ofan á það bætist félagslífið, en ef þú ætlar að taka þátt í því almennilega, þá gætið þú mist úr tíma, sem þýðir að eyða enn meiri tími að læra, og svo nánast allir áfangar með auka falin tíma, sem að minnstakosti auka 20 til 40 mínútur á viku á hvern áfanga, og það bara ef þú ert að skilja allt. Síðan ef þú ert í íþróttum með öðrum tómstundum, þá það cirka auka 2 klukkustundir á dag og síðan þarftu líka að borða nóg og sofa nóg því heilsan jú undirstaðan fyrir góðan námsárangur. Og þetta allt í henni hefðbundi viku og kemur ofta ekki nálægt þeim kvíða sem umlykur lokaprófin. Ímyndið ykkur nú, kæri bæjarstjórn, að þið eru aftur 16 ára og þið bíðið spennt eftir að byrja í framhaldsskóla. Og þetta það sem þið heyrið frá vin ykkar sem nýbúinn að ljúka sínu fyrsta ári. Ímyndið ykkur stressið og kvíðan sem þessu fylgir. Og þetta á ekki bara við menntaskóla, heldur verkmenntaskóla líka. Það nánast engin tími neitt og þið líður alltaf eins og þú sért að drukkna. Þið líður eins og það hafir í raun ekki verið nægilega vel undirbúin í þetta. Þetta eru tilfinningar sem meiri hluti framhaldsskólanema tengja við. Pælið í stressinu og kvíðanu sem unga fólki okkar lífi við. Og þetta eru bara þegar þið eru komin á framhaldsskólaaldurinn. Langflest með að hvorki drekka, né kjósa og sum þeir ekki einu sinni með bílpróf. Á stórþingi ungmenna spurði við krakkana hvað þeim fyndist grunnskólan og framhaldsskólana. Langflest borðin deildi sum áhyggjum. Framhaldsskólanir eru ekki nægilega vel kynntir. Heyrst var, ég veit ekki hvað ég vil fara í af því að ég veit ekki endilega hvað mun henta mér og möguleg framtíðastari best. Eða þá að stökki á milli grunn- og framhaldsskólana of mikið og ekki nægilega mikla kröfur eru settar á nemendur í 10. bekk til að undirbúa þau nægilega vel fyrir framhaldsnám. Auðvitað þetta mismunandi eftir skólum og hef ég sjálf sem nemendur koma betur eða verr undirbúna í framhaldsnám í Menntaskólum á Akureyri. Einn nemandi rúllar til dæmis í gegnum námið vegna þess að þau fengu svo góðan undirbúning með nægilega mikilli pressu og álagi í námið sínu í 10. bekk í grunnskóla. En aðri koma nánast alveg af fjöllum og kunna jafnvel ekki að skrifa ritgerð. Og því legg ég til 4 tillögur. Númer 1. Að lagt verði fyrir grundvallarskipulag sem allir grunnskólabæjarins fylgja svo allir nemendur sveitafélagsins geti komið inn í framhaldsskólana á jöfnum grundvelli og hafi þar að leiðandi jöfn tækifæri til árangurs. Númer 2. Kynna oftar og betur það nám og þá framhaldsnáms og starfsmöguleika sem þeim námsleiðum fylgja. Númer 3. Til að draga úr stressi og álagi sem oft fylgir framhaldsskólanámi, hvetjum við Akureyrarbæ til að auka samstarf við framhaldsskólana valgreinar á unglingastigi sem nemendur geta tekið og unnið sér þar að leiðandi inn einingar sem þau geta síðan nýtt seinna í því námi sem þau kjósa sér. Ekki aðeins á verksviði, heldur einnig á bóklega sviðinu. En þetta myndi hafa í för með sér að nemendur geti undirbúið sér betur, kynst í námi sem þau myndi vera að taka í framhaldsskóla og vinna sér í haginn til að draga úr álagi seinna meir. Númer 4. Telji bærinn þetta ekki vera mögulegan kost og jafnvel þótt ég telji þetta vera mögulegan kost. Hvetur ungmennaráð bæjarstjórn til að kynna fjarnámsmöguleika sem margir framhaldsskólar landsins bjóða upp á, svo sem VFM og Versló, þar sem allir nemendur geta tekið framhaldsnámsáfanga og unnið sér í haginn fyrir framhaldsskóla, hvort sem það yrði sumar eða fyrir þá nemendur sem eru komið lengra í nám en jafnaldrar sínir. Þessar leiðir myndi ekki aðeins draga úr stressi og kvíða hjá ungu fólki, heldur gefa þeim aukið tækifæri til að undirbúa sig betur, hafa meiri stjórn á þeim undirbúningi og seinna meir eigin framhaldsnámi og álagi. Ákveða hvaða veg þau vilja feta í framtíðinni og finna út hvar og hvert þau vilja fara með líf sitt. Aukum samstarf, hjálpum ungu fólki að sigrast á þeim áskorunum sem standa fyrir þeim í hraðskreiðum og netvæddum heimi. Auðveldum ungu fólki að finna sjálfan sig í lífinu. Takk fyrir mig. Við þökkum Thelmu Ósk Þórleifsdóttir fyrir og
Sunna Hlín Jóhannsdóttir, bæjarfulltrúi, tekur til mála. Forseti, kæra ungmennaráð, það kviðvænlegt að koma hérna upp á eftir Thelmu, þvílíkur ræður snillingur sem hún en ég ætla að reyna að gera mitt besta og ég þakka sem sagt ungmennaráðsfulltrúa Thelmu Ósk mjög mikið fyrir gott erindi og áreiðandi erindi og sömulegis ungmennaráðsfulltrúa Lilju Dögun sem kom einni inn á atrið sem ég ætla að ræða hér og eftir. En varðandi tillögurnar þá ætla ég kannski sérstaklega að tala tillögu 2, 3 og 4 og en varðandi kvíðan og álag á framhaldsskólastiginu, ég held að við vitum öll að þetta vandamál í dag og sem framhaldsskólakennari þá þekki ég það og hef oftar en ekki séð stundatöflunar hjá krökkunum, ekki bara stundatöfluna sem á við skólan heldur stundatöflu lífsins sem bara full bókuð frá 7 til 12 á kvöldin. Sérstaklega þeir krakkar sem eru enn í íþróttum, tónlistarnámi, að vinna eða sinna öðrum hugðarefnum. Þannig að þetta virkilega eitthvað sem við þurfum að skoða og það sem ég hefði til dæmis vilja að við endurhugsum pínu bara skólakerfið. Við erum í 100% vinnu og þá erum við að hugsa 8 til 4. Það ekki einhver leyti ósanngjarnt að ætlast til þess að unglingar vinni 150% vinnu og eigi þá greiðlegt heimanám eftir þegar skóla lýkur, að því ég held við séum hvað sem komin á þá braut að skólinn að breytast í vinnustað. Það sem að kennarar eru bara að leiðsegja en þið eruð að vinna, sækja ykkur þekkingu og svo framvegis. Þannig ég held að við þurfum bara að fara að miða við stöðuna bara hjá ungu fólki í dag, þurfum bara að fara að skoða þetta. En það kannski aðeins út fyrir efnið. Þú rættir líka meira samstarf milli grunn- og framhaldsskóla og ég tek heilsugar undir það og það sem ég á 2 unglinga sem hafa nýverið farið í gegnum unglingastigið, þá veit ég alveg hver munurinn á álagi á grunn- og framhaldsskóla. Unglingur sem í íþróttum, hann fær 2-falt val metið og fer þá í 1 val og þá oftast komin heim 12:30 á daginn, kannski 1 dag í viku lengur í skólanum. Leið komin í framhaldsskóla þá býður þeim bara full stundatöfla frá 8 til 4. Þetta gríðarlegt misræmi þarna á milli. Og þú nefnir einmitt Thelma hvort þú ert að skoða það að vinna sér í haginn og það hægt en hefur bara ekki verið kynnt mjög mikið og ég held að sé kannski möguleikur hræðsla í framhaldsskólanum að fjarnámið þeirra bara yfirfyllist. En það hægt að taka grunnáfanga í framhaldsskóla og fá það metið inn í hvaða skóla sem val á unglingastigi. Og þetta örugglega eitthvað sem þið mörg hafi vilja vita á sínum tíma. Og þetta eitthvað til dæmis sem mín börn gerðu og finnst ótrúlega þægilegt að koma inn í framhaldsskólan og hafa smá gat í stundatöflunni. Ef ekki bara til að anda aðeins. Þannig að ég held að við ættum bara að skoða það, að ræða það við sérstaklega þá VFMA sem með fjarnámi að efla þetta samstarf og hvort það megi ekki bara kynna þetta betur. Og þegar við komum líka að því að kynna framhaldsskólana að þá held ég að það væri líka ráðlegt fyrir ykkur að bara senda frá okkur ályktun og senda á framhaldsskólana. Þetta þarf að vera líka samtal milli framhaldsskólans og grunnskólans. Og ég held líka vanti vettvang í atvinnulífinu. Einhvers konar atvinnureikandi eða eitthvað sem við getum leita til af því að það þarf að auka mikið kynningar á til dæmis starfsnámi fyrir ungu fólki sem hefur lítið kannski kynst þessum starfsgreinum með hvað bara til í dag, hvaða störf sendu þeim til boða. En ég ætla ekki að hafa það lengra, ég ger bara ráð fyrir þessu erindi verið vísa til umræði í fræðslu og lýðheilsuráði og það mun ekki standa á mér ef óskað yrði eftir starfskröftum mínum í að skoða þessi mál betur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Sunna. Þá málið opið.
Það sé bara nei. Takk fyrir það. Engin tekur til máls. Enginn tekur til máls, takk fyrir það.